Jæja, gott fólk. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin á þennan morgunverðarfund sem að Íslandsstofa heldur í samstarfi við Hönnunarmiðstöð. Og ég ætla að vona að allir séu komnir með kaffi og vatn og eitthvað að borða. Ég heiti Guðný Káradóttir, forstöðumaður matvæla, sjávarútvegs- og landbúnaðarsviðs hjá Íslandsstofu. Og okkar svona megin áhersla er á að kynna íslensk matvæli erlendis og starfa með íslenskum matvælafyrirtækjum til þess að auka gjaldeyrissköpun í landinu. Í dag ætlum við að hlusta á nokkur erindi og það eru Halla Helgadóttir sem ætlar að fjalla gildi hönnunar og þá koma Brynhildur Pálsdóttir og Kristín María Sigþórsdóttir, hönnuðir og flytja erindi strauma og stefnur í matar- og upplifunarhönnun. Og þá fáum við hann Jakob S. Bjarnason, fjárframkvæmdastjóra hjá Foss Distillery. Og síðan ætlar Bryndís Eiríksdóttir, verkefnastjóri hjá Íslandsstofu, að fjalla vinnustofur sem við ætlum að fara að halda núna á næstu mánuðum sem tengist þessu viðfangsefni matur og hönnun. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá af hverju við erum að þessu. Og það alveg ljóst að við erum nýkomin hérna úr Hönnunarmars og það búið að vekja mikla athygli á hönnun. Og bara á þessari flottu sýningu sem var út á Nesi, þá sáum við dæmi samspil matvælaframleiðslu og hönnunar. Og þið sjáu það að hönnuðir eru að fá innblástur frá matvælageiranum og þarna eru Mjólkurferna og verslunin Esja sem ég ekki alveg, eða verksmiðjan Esja, þið kannski þekkið það? Verksmiðjan Esja. Þannig að það var afskaplega gaman að sjá þetta og jafnframt Royal Instant búðingurinn kominn á púða. En við ætlum kannski núna að snúa þessu svolítið við, að sjá hvernig hönnuðir geta unnið með okkur í matvælageiranum að því að skapa betri upplifun, verðmætari vöru. Og þetta er gert í framhaldi af kortlagningu sem við fórum í á síðasta ári, sem hún Bryndís vann ásamt fleirum. Og við gáum út í skýrslu sem aðgengileg á netinu. Og við tókum saman bæði tölfræði og ýmislegt fleira, það voru tekin viðtöl við fjölda fyrirtækja. En ef við skoðum aðeins tölfræðina þá í útflutningi, þá erum við að tala tæplega 300 milljarða í matvælaútflutningi og auðvitað er það fiskurinn sem langstærstur en önnur matvæli að vaxa mjög mikið, bæði hlutfallslega og af verðmætum. Og síðan er ótalið matur sem erlendi ferðamenn kaupa á Íslandi. En í skýrslunni þá eru teknar saman helstu niðurstöður og þar kemur fram að íslensk matvælafyrirtæki vilja vinna með upprunalandi Ísland og miðla því til markhópsins og orðspor íslenska matvæla er almennt gott á mati þessara viðmælanda en þar sem það er þekkt. Við höfum svo lítið gert af því að miðla því kannski með strategískum hætti. Íslensk matvæli hafa sérstöðu sem byggir meðal annars á gæðum, ferskleika, hreinleika en við höfum ekki komið inn á framfæri. Og svo kom fram að fyrirtækin í vaxandi mæli að selja undir eigin vörumerki á erlendum mörkuðum og til erlendra ferðamanna. Og þannig líta þau á að þau geti skapað aukin verðmæti. Og þetta þá ætlum við að taka sérstaklega til umfjöllunar og aðstoða og vera farvegur til þess að leiða saman hönnuði og matvælafyrirtækin. Tækifærin að mati fyrirtækjanna felast í aukinni verðmætasköpun sem lúta að vöruþróun, hönnun og að vinna í virðisaukandi þáttum vörunnar. Segja söguna, mikilvægt að segja hana og hún þarf að vera sönn. Og varðandi erlenda ferðamenn þá eru tækifæri í því að til dæmis hjá minni fyrirtækjunum að selja fyrst og fremst til erlendra ferðamanna og þetta er eitthvað sem við erum að finna mjög sterkt. Og varðandi
ferðaþjónustuna að mikilvægt síðan fyrir orðspor íslenskra matvæla að ferðamenn hafi jákvæða upplifun á íslensku mat sem þá góð auglýsing fyrir íslensk matvæli á erlendum mörkuðum. Og þetta helst í hendur. Við vorum núna út í Boston nýlega og nú eru Bandaríkjamenn orðin stærsti einstaki hópurinn sem kemur til Íslands. Það voru 1,3 milljónir ferðamanna sem komu hérna á síðasta ári og þetta safnast saman og það er orðin ansi stór hópur sem hefur upplifað landið, fer heim og þar áttu við samtal við 2 aðila sem að fara að koma til Íslands og vilja taka upp efni og kynningu sem þeir geta síðan farið til að kynna íslenska fiskinn og kynna tengjaðu upprunalandinu og þetta að vaxa mjög mikið. Þannig að, og matarferðaþjónusta, vonandi kannski getum við tekið betur á því viðfangsefni síðar, en þar eru mörg tækifæri og matarferðaþjónusta vaxandi og það hvers konar ferðaþjónusta sem gerir ferðamönnum kleift að fræðast og njóta matar og drykkjar sem endurspegla matargerð, hefðir og menningu ákveðins svæðis, landshluta eða þjóðar. Og þetta vaxandi tækifæri í þessu, þannig að vonandi getum við tekið betur utan þetta viðfangsefni síðar. En Bryndís ætlar reyndar að fara betur yfir markmiðið með þessari vinnu og kynna vinnustofurnar. En við kölluðum til þessa fundar til þess að stuðla að aukinni vitund og þekkingu fyrirtækja í matvælageiranum á gildi hönnunar og mörkunar eða branding til þess að hámarka virði vörunnar og benda á leiðir og aðferðir sem hægt að nýta. Og við fáum hérna dæmisögu meðal annars frá honum Jakob og við ætlum líka að skapa vettvang til að miðla reynslu og skapa tengsl fyrirtækjanna. Og þannig að fyrirtæki séu betur meðvituð þá möguleika sem eru fyrir hendi. Nú, en þá held ég að við sjáum hvort hún Halla tilbúin. Ég bara líti ekki út fyrir að vera alveg tilbúin, eða? Ég kom hérna nefnilega svolítið á sprettinum og PowerPointið mitt opnaðist ekki og pínu panikk, en þá sneri ég mig bara að Keypoint sem virkar bara ljómandi vel. Takk fyrir að bjóða mér og okkur, það mjög ánægjulegt að við séum að standa þessari vinnustofu sameiginlega, Íslandsstofa og Hönnunarmiðstöð og líka kannski bara frábærlega viðeigandi að þetta sé gerast í vikunni eftir Hönnunarmars. Við erum svolítið við sem vinnum við Hönnunarmars, okkur líður svolítið eins og að rúta hafi keyrt yfir okkur þessa vikuna en reynum samt að bera okkur bara vel. Ég ætla að fara yfir kannski bara hlutverk hönnuða og í þessari í vöruþróun og í rauninni í markaðssetningu og hvernig við teljum að hönnun ætti að vera náttúrulega sterkur hluti af öllu ferlinu alveg frá upphafi. Bara örstutt, ef ykkur skildi ekki vita þetta, þá er Hönnunarmiðstöð kynningar og upplýsingamiðstöð íslenskrar hönnunar og arkitektúrs, bæði á Íslandi og erlendis. Og okkar hlutverk að standa fyrir vitundavakningu sem felst í efla skilning á mikilvægi hönnunar fyrir samfélagið og íslenskt efnahagslíf. Ok. Þarna datt eitthvað úr sambandi. Býtum nú við. Já. Og benda á þau tækifæri sem eru til verðmætasköpunar og aukinnar samkeppnishæfi. Því að kannski nú Hönnunarmiðstöð búin að vera til í einhver 8 ár og þegar allavega ég byrjaði í þessu starfi þá var ég mjög óviss þegar ég var að tala við hópa hvað í kollinum á fólki þegar verið að tala hönnun. Og ég held að það sé mjög misjafnt og allt frá handverki yfir í byggingar eða skipulag. Þannig að það nú veit ég ekkert hvað gerast í þessu, þannig að kannski einhvern veginn hjálpa mér. Ok, jæja, nú skulum við bara halda áfram. Já, þannig að það sem ég var að segja að maður var mjög óviss hvað væri í kollinum á fólki. Vonandi hefur eitthvað gerst og breyst kannski á þessum árum eftir að Hönnunarmars fór í gang og við fórum að hefja kynningarstarf og bara almenn efling í þessum greinum. Mér langar bara, ég get aldrei stillt mig að hafa ekki þessa glæru með út af því að hún sýnir í rauninni útskýrir pínu þetta fyrirbæri skapandi greinar sem að
og tilgangi með því út af því að mér finnst umræðan það átt vera rosalega skökk að fólk telur að skapandi greinar, tala svolítið skapandi greinar sem sé nýtt heiti við listir. Listir eru listir og það ekkert að fara að breytast en skapandi greinar tilraun til þess að búa til nýja útlínu utanum geira sem hefur kannski ekki verið til sem geiri áður. Inn í þeim geira, ég segi stundum að þetta sé eins og með sjávarútveg, ef einhver hefði talað sjávarútveg fyrir 200 árum síðan þá hefði enginn skilið hvað verður að tala og sennilega ekki einu sinni landbúnað. Því að inn í sjávarútvegi þetta rosalega margt. Það eru rannsóknir og það flutningur og það er alls kyns vísindamenn og það eru skipin og það eru veiðmennirnir og það eru kokkar og það er alls konar inn í þeim geira. Og það er sama með skapandi greinar að þar eru alls konar geirar. Þannig að þetta var svona tilraun bæði til þess að útskýra og skilja sjálfur hvað þetta er. Það sem að skapandi fólk og þar eru listamennirnir kannski inn í þessari kúlu. Hér eru sem sagt skapandi verkefni sem getur þá verið svona verkefni eins og hönnunarmiðstöð eða airwaves eða eitthvað svona þar sem fólk sameinast að ýta einhverju í gang. Svo eru stofnanirnar, það getur verið alls konar leikhús eða söfn eða hvaðina. Síðan koma fyrirtæki skapandi fólks og það eru þá kannski minni fyrirtæki, tónlistamanna, fatahönnuða, arkitekta og hér nefni ég einhver dæmi eins og Farmers Market og svona eins og Sigurós, Vesturport, Sögn, Tulipop og kannski sumt að þessu erum við ekkert vön að hugsa sem einhver fyrirtæki. Er Sigurós fyrirtæki eða er það bara hljómsveit eða hvað, er einhver velta þar eða? Og síðan eru fyrirtæki sem byggja á sköpun, það eru leikjafyrirtækin, auglýsingastofurnar, kvikmyndafyrirtæki og svo bara fyrirtæki sem kaupa þessa skapandi vinnu og það eru bara öll fyrirtæki í landinu basically. Og í rauninni tel ég að þessi heimur á að gefa inn í þennan heim því að hann fóðrar þennan heim. Og þetta er kannski ákveðin rökstuðningur fyrir því að við verðum að halda út í listum og listamannalaunum og ýmislegt slíku líka. Út af því að þetta mun ekkert þrífast, þetta millistykki verður ekki til nema þetta fái að vera til. En þetta, já, þannig að mér finnst oft þessi umræða skapandi grein að vera svona rosalega skrítin og hún er í svona smáatriðunum, hún er ekki í stóru myndinni. Og þetta er kannski miklu meira stóra myndin, að þetta er stór heimur og þetta gefur inn í svo margt annað. Þetta gefur náttúrulega inn í skólakerfið, inn í fyrirtækjaheiminn og inn í allt okkar samfélag. En svo segir hvað erum við hönnuðir að hrópa, eða sem sagt, hvaða hönnun, bara til þess að staðsetja það, hönnun er sem sagt aðferð sem maður lærir í skóla. Auðvitað eru til hönnuðir og fyrirtæki sem byggja á hönnun þar sem að einhver hefur ekki farið í gegnum skólakerfið. En ég vil meina að það sé svona svolítið eins og Jón Gnarr er alveg frábær leikari og fór ekki í gegnum leiklistaskólan en það er ekkert rosalega margir eins og hann. Þannig að það er einstaka manneskja sem verður kannski bara ansi góður hönnuður eða góður leikari eða góður eitthvað án þess að fara í gegnum skólakerfið. Ég held reyndar að allir og jafnvel Jón Gnarr hefði jafnvel orðið betri ef það er, á því að fara í gegnum skóla. En sem sagt hönnun er sem sagt ekki eitthvað sem maður er bara að dunda sér við heima hjá sér í frítímanum. Þannig að yfirleitt eru hönnuðir með 4 ára háskólanám að baki nú orðið. Hönnun gengur út á að snúa öll á hvolf og finna sérstöða lausn sem er frábrugðin öðrum lausnum. Það er kannski það sem hönnuðir eru mjög mikið að fást við að gera. Hönnun sem aðferð, hún þjónar yfirleitt notandanum. Hún kemur hlutum í skiljanlegt, aðgengilegt, notendavænt og stundum, vonandi, í fallegt form. Þannig að hlutverk hönnuðarins er mjög oft að setja, eða er í rauninni, myndi ég að segja, góður hönnuður setur sig alltaf í spor þess sem á að nota hlutin og er talsmaður þess hóps. Þetta er eins og að vinna í auglýsingabransa eða eins og ég hef gert áður, að þú ert vinur þess sem á að taka á móti, miklu frekar en vinur þess sem er að kaupa þig þjónustuna. Auðvitað ertu vinur hans líka, en ég segi það er sú afstaða sem þú ert að taka til þess að reyna að stuðla því að lausnin verði sem best. Þetta er hönnunarstigi sem er fyrirbæri sem að danskir kollegar okkar bjuggu til og mér finnst bara rosalega gagnlegur. Þeir reynda að gera alls konar rannsóknir á því, sem sagt, þeir unnu markvisst með fyrirtækjum til þess að auka hönnunarelement í þeim fyrirtækjum og gerðu rannsóknir á þeim árangri sem náðist. Ég nota þetta meira til útskýringar á, sem sagt, fyrsta stig er í rauninni engin hönnun, þar sem bara
maður bara býr eitthvað til. Og þar aftur líka umræðan í samfélaginu oft svolítið skrítin að vera að tala eins og skeiðarnar, hérna boruðu skeiðarnar, það hönnun? Það ekki bara eitthvað sem maður búið til? Og það ekkert endilega hönnun. Það ekki allt hönnun sem maður býr til. Og sérstaklega ekki þegar margir aðrir eru búin að gera það undan manni, þá náttúrulega það klárlega ekki manns hönnun. En með fullri virðingu fyrir þessum skeiðum, ég finnst bara fínt að sé verið að selja þar og pakka þeim, en það þarf ekki að kalla það hönnun endilega. En í þessu stigi hönnun ómarktækur þáttur í þróun vöru eða þjónustu og framkvæmd á öðrum en hönnuðum. Það bara búið eitthvað til. Hönnun sem stílfærsla og þetta í rauninni staðurinn sem við erum búin að vera á og ég svona vona að við séum kannski að byrja að færast upp á þetta stig og það hönnun sem stílfærsla. Hún í rauninni aðeins mikilvæg út frá útlitslegum eiginleikum í stíl og notkun. Þannig að það í rauninni bara, við búum eitthvað til, förum eins langt með að við mögulega getum og ég þekki þetta vel sem hönnuður, þar sem að viðskiptavinur kom með eitthvað til manns, búin að reyna að gera allt, kemur svo bara að læta maður rétt laga þetta í lokin. Og ég segi stundum söguna að því ég var að vinna fyrir Sól fyrir mörgum árum og þá og fyrirgefðu ég móðga einhvern hérna, þá einhver iðnrekstrarfræðingur eða einhver hjá Sól sem pantar einhvern brúsa, síðan hérna límmiðavél og það einhver sem stjórnar henni og svo komin til okkar hönnuðana og brúsin lítur út eins og olíubrúsi og það má ekki breyta stillinguna á límmiðavélinni. Ég komst nefnilega að því eftir á, það var reyndar hjá öðru fyrirtæki að það var alveg hægt en bara það var örugglega eitthvað sem nennti ekki eða fannst það bara ómikið vesen. Og svo færðu eitthvað, þú mátt gera límmiða nákvæmlega svona stóran og þetta á að vera girnilegur svona nýpressaður ávaxtasafi. Og þetta ekki einu sinni, ég ekki einu sinni að búa þetta til, þetta bara svona, eða var allavega. Og það er þetta, þú veist, bara gerum eitthvað og fáum svo bara einhvern hönnuð til að laga þetta og gera þetta svolítið svona fínt. Og þarna við búin að vera mikið. Og við hönnuður erum ekki ægilega hrifin af þessu. Við erum strax orðið hressari þegar við erum komin á 3. stig, þar sem að hönnun hluti af þróunarferli, vöru eða þjónustu, en kannski ekki alveg í leiðandi hlutverki, en sem sagt þá það í rauninni þegar á að gera hennan ávaxtasafa, þá hönnuðurinn fenginn til þess að spá í það hvort hvaða umbúðir að vera, hann fenginn miklu fyrr inn í ferlið. Hann tekur þátt í umræðunum á að vera límmiði, á að vera plastbrúsi, á að vera kannski pappahólkur, á að vera krukka eða á þetta bara að vera eitthvað allt annað. Þannig að það hönnun sem ferli og við teljum kannski hönnuðir almennt að niðurstaðan, ef maður fer þessa leið, að þá niðurstaðan getur orðið miklu betri og hún getur líka orðið miklu hagkvæmari þess vegna. Hún ekki, því að fólk oft, og það kannski gamaldags hugsun sem allir hættir að hugsa, að menn alltaf að reyna að spara sér vinnu hönnuðana, sko, því að það svo dýrt. En staðreyndin og það breskir kollegar okkar segja það að hönnunarkostnaður í stórum framkvæmdum innan við 2%. Þannig að það yfirleitt ekkert hagkvæmt að spara hönnunina. Hún ekki þarna síðast og fyrst sem hægt að skera burt. Svo í 4. stigi það hönnun sem nýsköpun og þá það í rauninni hönnunin alveg óaðskiljanlegur hluti af ferlinu. Þá í rauninni áður en þú ákveður að búa til appelsínusafann, þá bara þú hönnurinn með því ákveða hvort þetta appelsínusafi eða bara misa eða eitthvað. Eða bara hvers konar drykkur þetta og það Apple auðvitað dæmi það sem að, eins og ég segi stundum að ef maður myndi horfa á skipurrit, það reyndar ekki staðreynd út af því ég held að Steve Jobs var einhver einræðisherra, þannig að það kannski ekki gott að segja þessa sögu. En málið að þá í stórum fyrirtækjum, í skipurritinu, að þá rauninni hönnunarþátturinn jafn sterkur og viðskiptaþátturinn eða tækniþátturinn eða í rauninni hönnunin komin á framkvæmdastjóralevel. Og það kannski þangað sem við ætlum okkur, sko. Bara svo þið vitið það. Þannig að fólk heldur að hönnunarmiðstöð sé bara eitthvað að krútast þarna í bæ, en það alveg af og frá. Hönnun það bara, allt hannað sem sagt, hús- og gatnakerfi, flíkur, matastæl, stjórnkerfi, skór, umbúðir, aðferðir, skip. Þetta skip var unnið, eða sem sagt endurhannað, með einhverju ógulega sérkennilegu stefni í samstarfi við norsku hönnunarmiðstöðina sem hefur staðið mjög mikið af nýsköpunarverkefnum. Þjónustuhönnun sem sagt vaxandi geiri hönnunar í dag og sem dæmi það að sem sagt stóru ráðgjafafyrirtækin farin að kaupa sér hönnunarfyrirtæki. Og við vorum nú bara með hönnunarmassi síðustu viku konu sem heitir Maria Gedís sem átti hönnunarfyrirtæki sem heit Hot Studio og var keypt af Facebook. Svo alveg allt önnur saga hvort það sé allt frábær þróun eða ekki, en hérna ég alltaf búin að átta mig á því.
hönnunin er semst ekkert grín, Harvard Business Review að skrifa design thinking og svona, þannig að þetta svona, og þetta sagði Gordon Brown í rauninni, ég er búin að umorða þetta reyndar, í breytingum samtímans hönnun ekki hluti af árangrinum heldur árangurinn sjálfur. Þannig að það er auðvitað stórt tekið upp í sig og þá er heldur enginn að segja hönnuðinni séu aðalatriði. Þeir eru bara með og þeir eru á pari við hina. Þeir eru ekki neðar í skalanum. Og sjálf þekki ég það vel að hafa unnið í auglýsingageira og þá eru bæði markaðsdeildir og hönnun þá yfirleitt svona, eða voru til skamstíma stoðdeildir í fyrirtækjum. Mjög langt niður í kerfinu og bara það segir sig sjálft að þegar þú ert með þetta sem einhvers konar stoðdeild þá það er ekki drifkrafturinn kemur ekki þaðan. Það er bara kallað í þetta fólk þegar þarf að gera eitthvað. En það er ekki ákveða hvað á að gera. Eða tekur ekki þátt í stóru ákveðunum. Hér er bara með nokkuð dæmi verkefni úr öllum þessum breytilegu geirum sem við erum að representera sem eru góð dæmi það sem hönnun hefur verið mjög sterkur þáttur alveg frá upphafi. Þannig sundlaugin á Hofsósi sem hefði dæmigert verið í miðju bæjarins með rennibraut eins og í öllum bæjum sem er flott, ég er alls ekki að, þú veist, ég á barn, þannig að ég segi bara góð rennibraut, en þarna er verið að vinna með aðra hluti, þú ert hún í þessari sundlaug og þú ert inn í náttúrunni og hún er mjög svona, þetta er ekki dýrasta sundlaugin eða flottastu klefarnir eða neitt, en það eru allir að fara þarna, allir túristar að fara þarna, það er bara hún er öðruvísi að vera að vinna með aðra hluti og þær þurfa alls ekki að vera allar eins og þetta. QuizUp er náttúrulega dæmi mjög árangursríkan leik og ég held að ég tel að það stór hluti af því hönnuninni. Hönnun er mjög integreruð í allt það sem þeir gera og það eru mjög margir búin að búa til svona spurningaleiki. Það er kannski í rauninni ekkert brjálæðislega frumlegt að búa til spurningaleik en hvernig þú gerir það þetta skiptir mestu máli. Ég nota þetta út af því að mér finnst það áhugavert, þetta er Siggi Eggertsson, hann er að vinna þarna í Landsbankinn sem fyrirtæki er raun að taka, ekki að fá hönnu til að búa eitthvað til fyrir sig, heldur í rauninni kaupir stíl einhvers hönnuðar. Þannig að í rauninni er það hann sem að mótar þeirra ásýnd alfarið, hann er auðvitað nálægt í að vera eins og listamaður, en það er svolítið áhugavert út af því að maður kemur úr þessum geira það sem venjulega er verið að búa til eitthvað út frá fyrirtækjunum en ekki bara taka utanfrá. Bláa lónið, við þekkjum það allt, það er náttúrulega hönnuð upplifun og einn stærsta og árangursríkasta hannaða upplifun sem við eigum og fólk kannski gleymir því og það er kannski allir búin að gleyma þegar voru trékofarnir, ég segist að þetta hafi verið svona norskur sveitakofi mætti Benidorm eins og þetta var áður en þeir byggðu þetta nýju. Allavega man ég eftir að hafa farið í Bláa lónið og upplifa það. Hér er dæmi hönnun úr íslenskri ull og það sem er verið að fara miklu dýpra, búa til sögu, vinna með umhverfið, vinna með okkar arfleifð. Vill nú til að hönnuðin sitja hérna. og þarna er verið að, þetta teppi sem er mikil saga er mikil hönnun, kostar náttúrulega margfalt á við Álafoss-teppin sem að lengst af voru selt á 12.000 sem var þetta að mörgu leyti frábært, maður þurfti ekki að gjöf. Össur, og ég ætla kannski að fara hraðar yfir. Flót, þetta er áhugaverð saga bak við þetta er verkefni sem var til í Listaháskólanum sem er þessi flóthetta sem gerir manni kleift að liggja í slaka 100% á í vatni og það byrjar sem vara en er í rauninu orðin ákveðin kúltúr bara. Þannig að þetta snýst meira núna, held ég, þú þarft að kaupa vöruna, en þú ert aðalega að fara að fljóta með öðru fólki einhvers staðar. Þannig að þetta er í raun orðin svona meira eins og áhugamál eða fólk fer saman og flýtur á flúðum eða þú ert að fljóta saman einhvers staðar á Seltjarnarnesi eða einhver sá ég var að fara að fljóta á Kúbu. Þannig að það er að þá er þetta orðið í rauninni eins og áhugamál eða íþrótt, ég veit ekki hvað við kalla þetta. Mjög góð íþrótt myndi ég reynda að segja. Bestur í að fljóta. En svo er þetta nú reyndar, ég gat heldur ekki stillt mig að taka þetta með út af því að þetta er útsýnispallur sem er búinn til í Noregi. Þeir byggu til eitthvað fyrirbæri sem heitir Norska Turistvegar þar sem að þeir fengu hönnuða arkitekta til þess að hanna útsýnispalla og það var svo vel heppnað að útsýnispallarnir sem fyrirbæri eru orðin aðdráttarafl í sjálfu sér. Þannig að fólk fer hennar veg, ekki bara til að sjá náttúruna, heldur líka til þess að upplifa þessar lausnir.
Og þarna og þetta kannski eitthvað sem við þurfum að hugsa dálítið hérna á Íslandi núna. Já, hér lítið verkefni frá Austurlandi þar sem verið að vinna með hönnun og framleiðslu í heimabyggð, mjög flott verkefni. Þetta þekkjum við pönnukökupannan okkar klassíska sem búið að endurhanna, til að fara hraðar yfir. Ljósiðinnar daggar sem náttúrulega bara mjög áhugaverð tilraun til þess að vinna með hráefni sem verið að henda. Og súkkulaðifjallið. Það mjög sterkt dæmi matarhönnun og svo bændaverkefni sem verður talað hérna seinna, en ég ætla ekki að stoppa við það. Hér smá dæmi við borgum þessum manni meira fyrir vöruna heldur en til dæmis þessum manni. Þetta eru slætur sem ég notaði, ég var að tala við Samtök félagi sjávarútvegi og við borgum miklu meira fyrir þetta. Þarna hönnunin algjörlega tekin frá upphafi og ég var að tala við þá núna daginn, þeir eru að opna stærra svæði og þeir eru ekki að ráða sér sölu aðalega, hann sagði mér þetta fyrrabragði, þeir eru að ráða fleiri hönnuði. Við borgum mun minna fyrir þetta, þó að þetta sé mjög gott. Við borgum meira fyrir þetta, mun minna fyrir þetta. Svo eru sumarvörur, við erum komið með dæmi vörur sem eru verða til alveg út frá hönnun og hönnuðum. Það þessi fræga vara sem ég held að allir hljóta að þekkja sem má ekki selja út af skordýr í henni. Og má ekki selja hérna á Íslandi en skilt það megi selja erlendis, þannig að það nú eitthvað verið að vinna í því. En mjög áhugaverð vara, það sem verið að vinna með svona ástand heimsins líka, hvernig ætlum við að lifa öll af í þessum heimi og það komið miklu meiri svona samfélagsábyrgð inn í hugsunarháttinn. Síðan hönnun sem upplifun og samfélagstilraunir. Við vorum með konu hérna fyrir nokkrum árum sem heitir Marie Vogelsang sem hefur verið að gera mjög áhugaverðar tilraunir bara í út frá mat og matarupplifun. Og eins og við vitum öll hvað matur allt í einu orðin einhvern veginn, þetta ekki eins og það var þegar maður var alast upp að bara skella í sig pott og eitthvað, svona, við erum öll, lífið snýst mjög mikið um mat náttúrulega eðlilega, en sem sagt, mér finnst einhvern veginn, kúltúrinn í dag gengur svo mikið út á að njóta nánast hverjar einustu máltíðar og hver einasta upplifun þarf að vera, góð. En þessi kona mjög áhugaverð. Og nú ég að verða búin. Hönnuðir starfa sem sagt í auknum mæli sem ráðgjafar í rauninni, þeir koma ekki bara sem sagt hann inn í lokin. Vinna meira þvert á greinar, það upplifunarhönnun, þjónustuhönnun og ferlahönnun, eins og við vorum með núna á síðasta Design Talks, þar sem við erum að tala í rauninni að endurhanna stjórnkerfið. Og Marco Steinberg sem talaði þar, mér fannst það hann talaði hérna fyrir 3 árum, þar sem hann talaði að í rauninni þegar við erum að búa eitthvað til í fyrsta skipti, þá erum við svo kreatív, eins og við erum að búa til stjórnkerfi. Þá búum við til og við erum að þróa og við erum að prófa og breyta og svona. En svo breytumst við, og þetta á við bæði stjórnkerfi og fyrirtæki, að svo breytumst við stundum í einhvers konar varðhundakerfa. Og svo við hættum að breyta, við förum bara að passa upp og allt sé eins og á að vera. Og þá kannski hættum við að vera skapandi og þá smám saman siglum við í átt að einhverjum hamri sem við dettum kannski á endanum út af. Eins og náttúrulega fyrirtæki eins og Hans Petersen? Nei, ekki Hans Petersen. Hans Petersen, en fyndið. Ég að tala Kodak. Já, það þetta að vera alltaf á tánum gagnvart í hvert að hlutin að fara. Þeir horfa í auknum mæli út fyrir geirann og eru fulltrúar notandans. Áherslur í hönnun, vöruþróun og markaðsmálum, ég vil meina það, ég var nú eitthvað að tala um þetta við okkar kollega hjá Ímark, að gagnsæi, upplifun og gæði eru það sem það að keyra með. Við erum í heimi það sem ekki hægt að plata mikið meir. Þannig að ímyndar og auglýsingar og svoleiðis kannski ekki málið lengur, heldur einhvers konar, fólk fljótt að finna út ef hlutir eru ekki í lagi. Við bara búum í svo rosalegum upplýsingaheimi, þannig að þó þess ekki nema það bara borgar sig held ég ekkert að vera að reyna að ekki að segja satt, sko. Og varan, og fólk vill vita uppruna, varan sagan, maður vill vita hvaðan hlutirnir koma, fólk hefur áhuga á söguna bak við vöruna, alveg svo það ákveðin krafa það við viljum bara fá kjöt frá bóndanum á hóli eða eitthvað. Okkur finnst það áhugavert, við viljum jafnvel vita hvernig andlitið á honum, hvernig hann lítur út og hvernig fjölskyldan hans Það svona þarf að tryggja að fólki sé bara ekki sama vöruna manns eða það sem að gera. Það svona ákveðin passion sem þarf að fylgja.
Og svo finnst mér mjög mikilvægt út af því að mér finnst það, og ég veit ekki hvort það er viðeigandi akkurat hér, en það þetta samfélagsábyrgð er ekki markaðsmál. Mér finnst það við vera rosalega mikið að taka það þannig og fyrirtæki bara skellum í smá samfélagsábyrgð eitthvað og auglýsum eitthvað og segjum eitthvað, en svo dugir það ekkert lengra að þú kannski styður eitthvað í bara smá stund og svo hendur því út. Ég ætla ekki að segja, ég heyrði svo ljóta sögum svona sem verður að styðja einhvern íþróttamann og ég nenni ekki að vera að tala illa neitt, en þú veist, þú getur ekki einhvern veginn tekið eitthvað og hampað því á þér sjálfum til framdráttar og kasta þessu út því að þá verður náttúrulega sagan svo hræðileg og speglast svo illa á þig ef þú ert fyrirtæki eða einstaklingur eða hvað sem það er. Og svo gagnvart hönnun þá er besta verðið ekki besta vinnan. Og þetta er glæra þetta er það sem ég var að reyna að segja við IMARK, það er ekki, ég held að mörguleyti gagnvart samskiptum og nú er ég kannski pínu að tala auglýsingabransa og sem sagt hönnun fyrir fyrirtæki, að pressa veðrið svona rosalega niður alltaf og vera alltaf svona, þú veist, er ekki að gera meiri gæði. Það er bara, þú veist, og ég er ekki að segja auðvitað, maður er ekki að vera að eyða peningum hingað og þangað, en að vera að gera allt sem á að vera tilbúið á morgun og hlaupa svona rosalega hratt, verja ekki bara fjármagni í rannsóknir og undirbúning, það er það sem maður gerir, það er það sem þarf að gera. Nú sé ég menn hérna kinka kolli glaðlega til mín og en hlutindin bara, og verkefnin verða bara miklu betri þannig, ekki bara að koma og þess vegna held ég að sumuleyti, út af því að ég kem nú sjálf úr þeim geira, til dæmis eins og auglýsingabransinn hér eða hönnunarbransinn, hann getur gert þetta allt, getur gert rosalega flotta hluti, öll tæki og tól eru til þar, en tækifærin til þess að gera virkilega vel eru of fá út af því að pressan er alltaf mikil, tíminn er of lítill, undirbúningurinn er of lítill og peningurinn er of lítill. Heyrðu, er þetta ekki bara ósalega svona, góður endir á þessa erindi? Þannig að bara takk kærlega fyrir mig. Komið sæl, Brynhildur heiti ég og er vöruhönnur sem hefur verið að fást mikið við mat síðan undanfarin 10 ár og við ætlum að, þetta er Kristín Marja. Hæ, ég heiti Kristín Marja og er upplifunarhönnur sem hefur líka fengist með mat í minni hönnun. Og við ætlum að skipta þessu svolítið á milli. Við, eins og kom fram þá fórum við á ráðstefnu í New York matarhönnun og hvert þetta fag er að þróast innan bara akademíunar í hönnunakademíu og víða. Og við ætlum bara svona almennt að bara tala hönnun og mat, hvernig þessi fög mætast og fara yfir svona straum og stefnur í hvernig hönnun og matvörur er að mætast. Bæði að segja frá dæmum erlendis frá og líka aðeins að koma inn á dæmi hérlendis. Já, eins og kom hérna fram áðan að þá er náttúrulega íslensk matvælaframleiðsla bara á sambærileg því, þú veist, í gæðum, það sem hefur verið að gerast hérna í nágrannalöndum og í hinu vestræna heimi. Og það sem við erum svona að hugsa þegar við erum að tala upplifun í hönnun og nálgun á matvælum, að þá erum við rosalega mikið að hugsa ímynd og menningu og ímynd upprunalandsins og ímynd vörunar sem að kemur frá því landi helst mjög mikið í hendur og saman skapa þessi hlutir bara ákveðin svona ákveðið sögusvið eða heim sem að vörunar sem að við umræðir. Þar að leiðandi, þú veist, erum við líka mjög bundin við, þú veist, að búa til sameiginlega sem upprunaland sögusvið sem að er í takt við strauma og stefnur, eins og til dæmis bara það að auka orðspor og stuðla að sameiginlegri ábyrgð. Og út af því að neytandinn tengir sig náttúrulega alltaf við umhverfið og bakgrunninn. Við þekkjum svona þú veist, ímynd Íslands er kannski svolítið óræð í augnablikinu, það er náttúrulega fiskurinn aðalega og ímyndin er kannski svolítið bundin við þorramatinn okkar, en eins og við sjáum frá nágrannaþjóðum þá eru svona ákveðnir hlutir
í framleiðslu og menningu sem að fólk tengir við, og það er kannski eitthvað sem að við þurfum að bæta inn í sögusvið okkar, og það er að draga menninguna inn í söguna. Og við erum, nú ætla ég bara að tala eins upplifunarhönnun sem slíka. Er dæmi verkefni sem ég gerði fyrir Ísavía. Virkar þetta ekki? Virkar þetta ekki? Jú. Sem er svona ákveðin þar sem að íslensk vara var höfð í forgrunni, og það var búin til svona plattform fyrir útlendinga á Íslandi til þess að upplifa íslenska vöru í... Það er ekki umríkt. Já, en þetta skiptir ekki máli, við bara sleppum þessu og lokum þessu bara. Förum bara á næstu slædu. Þannig að við þurfum svona, og það sem er mikilvægt kannski er að við tölum að það kemur til að hönnuðurinn og framleiðandinn, talar, segir þessa sögu vörunar, hvaðan hún kemur, hver býr hana til, hvernig hún er búin til og af hverju hún er búin til. Það sem er kannski svolítið áhugavert er að í þessu að bragðið er kannski minna en 20% af allri upplifun á matvöru og í því samhengi sem að fólk neytir matvöru. Þannig að það er rosalega mikilvægt að við hugsum alla þessa þætti, sjón, lykt, snertingu, hljóð og bragð. Til dæmis er svona brak mjög vinsælt í matarupplifun, að það braki í matnum sem maður borðar. Það á að vera alveg rosalega svona jákvæð matarupplifun sem maður kannski fáir fatta. Og svo er það líka aðferðin, hvernig fólk notar vöruna, og að það sé bara augljóst að þegar á hvaðan hún kemur, hvernig maður nýtir hana, hvernig fólk vil láta segja sér, hvort að maður borði þetta strax, beint úr umbúðunum, hvort þetta er eldað, hvort að það þarf að matreiða, er einhver pörun, er einhver ákveðin svona tilefni fyrir vöruna, er þetta hversdags eða lúxus, er þetta hátíðar, fólk vill láta segja sér hvernig það nýtir hlutina. Við tölum klassíska pörun, til dæmis eins og allir þekkja Port og Stilton frá Bretlandi og sem er svona jólapörun, og fíkjur og foigra frá Frakklandi. Á Íslandi höfum við náttúrulega malt og appelsín og brennivín og hákarl og flatköku og hangikjöt, harðfisk og smjör. Við höfum kannski rosalega lítið verið að nota þetta í svona vöruþróun á Íslandi, að búa til pörun, para saman, gera vöruvináttu á Íslandi til þess að auka menninguna, og það er rosalega mikilvægt í matarhönnun og er verið að tala mjög mikið í þessu akademíska, og líka að tengja það þannig við ímynd. Og það er mjög mikið verið að búa til strategíur fyrir heildræna upplifun eða sögusvið margra vara. Eins og til dæmis bara fór Suður-Ameríka í sameiginlega vinnu með að búa til ímynd fyrir suður-amerískan mat og matvöru. Og við höfum svona ómeðvitaða tengingu eins og litaval eins og liti og músík og annað sem bara tengir okkur strax við ákveðna matvöru. Og það er náttúrulega, tungumál sem við getum notað. Það eru litir, letur, stemning, og það er eitthvað sem að hönnuður hefur lært að skapa sér verkfæri til þess að búa til aðferðir með tilraunum sínum og stúdíum. Það sem er kannski svona nýtt á nálinni, og er kannski ekkert nýtt á nálinni, sem er kannski bara mikilvægt að allir gera sér grein fyrir, að straumar og stefnur er kannski svolítið svo yfirborðskennt svona hugtak í matvælaframleiðslu. Og það er svona miklu frekara að fólk vill sjá eins og í dag, það vill sjá þetta, það sem er gamaldags, það sem hefur verið, það sem lifir.
og við erum svolítið svona upptekin af því að hlutirnir séu ósviknir og einlægni og sannir og þar af leiðandi þegar við svörum því erum við að svara þessum kröfum neytandans í hinum vestræna heimi að vita hvaðan hlutirnir koma, þekkja bakgrunninn. Gegnsæi fyrirtækisins þá líka stór þáttur þar og svo náttúrulega sjálfbærni og staðbundin framleiðsla á hráefni. Áður, við munum kannski eftir því, svona 8. áratugnum, 7. áratugnum og fyrir jafnvel þá náttúrulega tækni og vísindi, aðalstraumar og stefnur. Þetta voru 30-40 ár þar sem tækni og vísindi voru í forgrunni í straumum og stefnum matvælaframleiðslu. Svo kom svona ákveðin svona bomba í kringum 7. og 8. áratuginn þar sem að svona framandi mat í hinu vestræna heimi, að framandi matur var aðal, indverskur, austurlenskur og annað, en núna það alltaf þetta sjálfbæra, þetta fair trade og annað. Ég ætla að taka hérna nokkuð dæmi eins og til dæmis bara menningarleg vara sem að hefur endur skilgreint sig, eins og þetta fyrirtæki hérna Clipper sem að var stofnað reyndar bara 84 og þeir voru með fyrstu fyrirtækjum í Bretlandi sem að fengu fair trade mark og það er 10 árum eftir að þetta er stofnað en þeir hafa alltaf verið fair trade en þessir aðilar hafa gjörsamlega tekið fram úr öllum teframleiðendum í Bretlandi og náttúrulega te-drykkja mjög bresk og síðan líka international í vegna þess að þeirra ímynd fjallar mjög mikið að svara þessum kröfum að vera samfélagslega ábyrgð í raun. Svo erum við með, og þetta fyrirtæki var síðan selt bara fyrir nokkrum árum á 30 milljónir punda. Dorset Cereal annað nýtt fyrirtæki sem að tekur fram úr öllum í kringu sig bara út af þeir ákveða að segja söguna frá upphafi. Hvar var hann verið til? Búa til ímynd sem er algjörlega í samhengi við staðsetninguna og staðbundna ímynd og þeir seldu líka bara fyrir stuttu síðan á 50 milljónir. Svo erum við með danska lakrís sem í rauninni mjög svona mikil nýsköpun á gömlum hlut. Þetta náttúrulega bara ákveðin endur skilgreining á vöru sem til staðar í menningu en sett í form sem höfðar til náttúrulega miklu breiðari hóps og þarna hönnun og matarframleiðsla lykilatriði í þessari endurskilgreiningu. Þessi var stofnaður 2007 og í rauninni orðið með stærstu fyrirtækjum í svona sælgætis lúxusiðnaði. Einstök dæmi bjór sem allir þekkja sem í raunverulega bandarísk uppfinning og amerískir aðilar sem ákveða að nýta sér Ísland sem vettvang eða sögusvið til að skapa svona legacy í kringum vöruna sem þeir ætla sér að selja í Bandaríkjunum og annars staðar. Þetta rosalega áhugavert því að það líka svo erum við með Foster Distillery hérna sem raunverulega sú vara sem Einstök vill vera eða þannig. Og svo ætlum við að tala að það náttúrulega eins og önnur dæmi frá útlöndum sem kannski fjalla hvaðan nýsköpunin kemur og hún er ný á nálinni og sem ástæðan fyrir því að það verið að endur skilgreina framleiðslu í heiminum. Af því að við vorum á svona akademískri matarhönnunarráðstefnu þá verð ég að tala Marti Giese sem í rauninni svona einn fyrsti matarhönnurinn sem algjörlega kom á sjónarsviðið sem ekki grafískur hönnuður sem endurhannaði miða heldur var hann að hugsa bara matur. Hvað hann, hver menningin á bakvið hann, hvernig notum við hann, hvernig getum við nýtt hann, hvernig getum við tekið hann lengra. Og hann sagði fræga setningu, hann sagði hönnuður hannar viðskiptavinur kaupir kannski einn stól á ári eða á 10 ára fresti en við borðum að minnsta kosti 3 á dag þannig að það meikar alveg fullkomið sens fyrir hönnuði að vera að hanna mat og vinna með mat af því að það
það er markaður fyrir mat. Þetta er eitt svona mjög frægt dæmi og við erum að tala að hann að byrja að nota mat í sinni hönnun svona 97, 98, 99. Þetta verkefni sem hann gerði fyrir Drottdesign sem hollenskt fyrirbæri, fyrir svona frekar óheppilegan bæ í Austur-Þýskalandi sem heitir Oranienbaum og það var sem sagt bær í Austur-Þýskalandi sem vantaði að fá smá svona attraction og þeir buðu náttúrulega hönnuðum og það virkaði af því að allir allavega í hönnunarheiminu vita hvað Oranienbaum og ég meira sem farið þangað í pílagrímsferð og hann sem sagt hannaði sleikjubrjóðsug fyrir þennan bæ því þessi bær hann sem sagt frægur fyrir það að vera með appelsínugarð sem hollensk prinsessa gróðursetti fyrir einhverjum hundruðum ára og hann bjóð sem sagt til appelsínusleikjó sem með stein úr appelsínu úr garðinum þannig að þú getur keypt þér þennan sleikjó, borðað hann heima gróðursett steininn og fengið tré frá Oranienbaum í þínum garði. Og þetta svona fullkomið dæmi matarhönnun, matarferðamennsku, heildræna upplifun, þú gleymir þessu aldrei og annað. Svo önnur matarhönnunar stjarna, Marie Vogelsang sem kom hingað til Íslands og Halla talaði og hún var einmitt að stofna The Dutch Institute of Food Design og þetta fag bara sívaxandi og við eigum algjörlega að hoppa á vagnin og taka þátt í þessu. Þetta eitt dæmi hennar verk, hún sem sagt hannaði veitingar fyrir stríðsminjasafni í Rotterdam og þetta sem sagt safn seinni heimsstyrjöldina og þarna dæmi hvernig hönnur kemur inn til þess að auka á upplifunina á því að koma á safnið og hún sem sagt fór að rannsaka uppskriftabækur frá þessum tíma því að konur og menn sem voru að elda þurftu að breyta öllum uppskriftum vegna hráefnisskorts. Þannig að kökurnar breyttist, maturinn breyttist, það var ekki sykur, það var ekki annað. Þannig að þú kemur á þetta stríðsminjasafn og þú upplifir minjar þessa tíma en þú getur líka borðað tímann. Þú færð tímann inn í þig. Þú ert að borða nákvæmlega eins mat og var borðaður þar. Þú ert að borða sandköku en hún allt öðruvísi af því að svona var hún á þessum árum. Þannig að þetta er svona fullkomið dæmi hvernig hönnun getur aukið á upplifun og gefið neytandanum, bara dýpri skynjun einhvern veginn. En af því að ég ætla bara að ég minntist á að ég hef verið að vinna með mat í 10 ár eða svo, þá þetta sem sagt fyrsta verkefni mitt sem ég gerði og þetta árið 2004 sem ég byrjaði á þessu verkefni. Þessi skissa frá 2004 og þarna ég stödd í Hollandi og og að upplifa súkkulaðibúðir í fyrsta skipti og en á sama tíma var að vera að byggja Kárahnjúkavirkjun og þá gerðist þetta og þetta sem sagt súkkulaðifjöll. Það sem sagt ég var eitthvað svona, mér langaði að sýna hvernig getum við bara borðað fjallið og upplifað náttúruna og eitthvað svoleiðis í gegnum magann. Og ég byrjaði að tala við hollenska súkkulaðimenn og þeir voru ekki alveg að fatta mig. Þannig að ég frétti af þessu manni, Hafliði Ragnarsson, og ég hringdi í hann og hann var til í þetta og við tók nokkra ára þróun því að þessi var að koma á markað 2007. Þannig að ég langar bara að sýna ykkur að þetta tekur tíma. Matarhönnun ekki eitthvað sem gerist bara eitt og bingo. Þetta ekki 3 mánaða prósess, þetta er langur tími og það þarf að gera margar tilraunir og það þarf að fara í gegnum margt mikið og langt ferli. Og þetta sem sagt 4 fjöll og þau lýsa svona íslenskri náttúru. Svo svona annað dæmi sem leirpotturinn sem frá sem gerður úr íslenskum leir og þannig líka svona hvernig hægt að nota matarhönnun. Þú veist, við erum ekkert að breyta matnum heldur við erum að búa til nýja umgjörð í kringum matinn og þannig sem sagt við erum að búa til leirpott úr íslenskum leir. Það Sigríður Erla og Leir 7 í Stykkishólmi og Halla Steinólfsdóttir sem hefur verið að fúrkrydda sín læri með hvönn og við sem sagt, þetta var hópverkefni. Þarna hérna leirpottur og hann sérstaklega hannaður til þess að elda þessa parta sem við erum kannski ekki að nýta. Þetta ekki fyrir læri og þetta ekki fyrir hrygg, þetta fyrir innyflin og svona minni parta. Og þannig erum við að elda kjötið í jörðinni sem að kjötið ólst upp á, svona fallegur hringur og skemmtileg upplifun. En mér langaði bara að segja ykkur frá þessu verkefni, stefnumót hönnuða bænda.
í samhengi við að því nú erum við að tala við fyrirtæki, þeir eru matvælaframleiðendur, þeir eru ekki bændur og þetta er verkefni sem að ég og Sigríður Sigurjónsdóttir og Guðfinnur Mjöll Magnúsdóttir byrjuðum með árið 2007 í Listaháskólanum og ástæðan fyrir við byrjuðum með þetta verkefni var að við stóðum sem hönnuðir á Íslandi og hugsaðum, ok, hvar eru okkar tækifæri, hvar getum við komið inn, hvar er verið að framleiða og á Íslandi erum við ekkert sérstaklega mikið að framleiða húsgögn, við erum ekkert sérstaklega mikið að framleiða dót, en við erum að framleiða alveg gífurlega mikið magna mat og okkar matvælafyrirtæki standa algjörlega jafnfætis erlendum matvælafyrirtækjum. Það eru sömu tæki, vélar, sömu tækifæri, þannig að þarna, þannig að maður sér möguleikarnir eru algjörlega fyrir hendi. En við sem sagt ákveðum að horfa á bændur og við horfðum á þessi bíli sem bara tækifæri til þess að vinna með. Og þetta var mjög langt verkefni, unnið í samtali fullt af fólki. Matís var okkur mjög mikið innan handar og í rauninni með okkur í þessu verkefni. Og þetta eru bílinn sem við unnum með og þið kannski þekkið eitthvað af þessum vörum, en þarna vorum við að koma inn á staði þar sem ekkert var til staðar. Þarna voru engin tæki, sumir voru byrjaðir eitthvað að kaupa einhver tæki, en þarna mér langar bara að sýna ykkur þetta að það er hægt að gera áhugaverða vörur og ef það er gefinn tími til þess að þróa og hugsa. Hérna er Langamýri þar sem við þróum rabarbarakarmelum sem við heldum að vera mjög einfalt en var alveg stórkostlega flókið mál og Gunnar Karl á Dill var með okkur í því. Við þróum umbúðir, heildarkonsept, allan bakgrunninn í kringu vöruna og þetta er svolítið varan og hún er enn í framleiðslu og við gerðum einhverja svona söluáætlun í byrjun sem algjörlega fór fram úr öllum vonum og hún selst mjög vel í dag. Síðan erum við með Möðrudal og þarna er svona önnur nálgun, þarna vorum við að vinna með mjög svona afskekkt bíli sem að selur allt sér kjöt en var ekki að nýta innyflin, þannig að við þróum konsept fyrir sláturtertu sem bara er hægt að neyta á bílinu. En þarna er líka dæmi þarna erum við með frábæra matarhefð sem við höfum ekki tekið neitt sérstaklega langt og þarna er svona nýtt teik á slátri sem einhver svona luxus paté vara. Þetta er slátur en samt ekki, þetta er algjörlega ný svona upplifun á því að borða slátur. Og svo erum við með Hala, það var svona lítill veitingastæður á Þórbergssetrinu og þarna vorum við að vinna með okkar svona bókmenntahefð, hvernig getum við tekið bókmenntirnar inn í matinn okkar og við stúdurum Þórberg og hans svona alls konar áráttur og bjöggum til matseðil sem var byggður á hans svona áráttum að mæla og líka þá staðreind hann skrifaði mjög fallega svona prósa það þegar hann var svo svangur í Reykjavík rigningarsumarið mikla 1920 og eitthvað þar sem hann lá á gluggum á bakaríum og var að horfa á snúða og dreymdi að vera með snúð í maganum. Þannig við bjöggum til svona heildar matseðil snúða og bjöggum til rúgbrauðsrúllutertu sem er algjörlega frábær vara. Hún er fyllt með kæfu og síðan bleikjusmyrju og bjöggum til sérstaklega svona mæli höggstokk sem við ímyndum okkur að Þórbergur hefði elskað. Þannig að hann mældi þumlung, sneiðin var þumlungur. Og þetta var svona myndi þetta lítið út. Svo gerðum við líka einstaklega ljúffenga kanilsnúða og svo var hægt að kaupa sér svona take-away snúða. Og þá var skrifað á, þú keyptir 462 cm af Suðursveit og gast farið með þetta heim. Síðan kannski varan sem hefur kannski fengið mesta athygli og verið svona frægust er skyrkonfekt á Erpsstöðum. Þorgrímur bóndi, hann var sem sagt búinn að koma sér upp góðum, hann var búinn að smíða fjós með aðstöðu til að framleiða vörur. Þannig að það var svona mjög skemmtilegt. Og þetta er sem sagt hugmyndin sem nemendurnir komu með var að búa til skyrkonfekt og við héldum að það var einfalt en það var mjög flókið líka. Þannig að það er flókið að búa til mat, það er flókið að þróa mat, þannig að þetta tekur mikinn tíma en það er allt hægt og okkur tókst það á endanum. Fórum í gegnum mjög langt tilraunaferli. Við þróum svona ímyndina fyrir vöruna, fyrir bæinn, fyrir vörumerkið og þetta er varan. Og hún hefur selst
gífurlega vel. Hún hefur hjálpað Þorgrími og Erpsstöðum að koma öðrum vörum á markað og hún enn í framleiðslu. Þannig að já, okkur langaði bara svona, sýna ykkur þetta. Þetta síðasti slætan. En það sem kannski líka, þetta fjallar líka svolítið þegar að heildræna konseptið líka, það kannski líka, sagan á bakvið og þegar að þú ert með framleiðanda sem að bjóða þér upp á mat, að þá það samhengið skiptir öllu máli, hverjum þú treystir og þegar þú ákveður að kaupa eitthvað, að þá það vegna þess að þú treystir þeim sem benti þér á að kaupa eitthvað og borða það og setja það inn í magann á þér. Og það svona líka það sem að, við tókum út úr þessari ráðstefnu að þetta í rauninni rosalega lítill hluti af akademískum áhuga fjallar vöruframleiðslu heldur líka bara food systems og hvernig landsvæði hafa líka ákveðin ákveðið hlutverk í að skapa betri heim. Og ég held að það sem við tókum út úr þessu, að matarhönnun ekki bara hönnun á mat, heldur líka hönnun á því hvernig fólk aflar sér matar. Takk. Já, Jakob Bjarnason heiti ég og ég var einn af stofnendum Foss Distillery sem standa á bakvið vöruþróun á Björk og Birkir og ég með þessar vörurnar á borðinu. Þessi hugmynd að þróa vöru út frá þess að við erum að nota íslenska náttúru sem svona aðal þemaið í konseptinu. Hún kemur út frá því að okkur fannst vanta svona vín þar sem að fólk fær að njóta þessara upplifuna sem að var nú verið að fjalla áðan og við völdum það að nota birki í okkar sem okkar grunn í þemaið á bakvið vöruna og þar erum við að höfða til náttúrunnar og sögunar sem liggur á bakvið birkið og bara landnám Íslands og svo framvegis. Og svo þar fyrir utan að birkið er gríðarlega var áhugavert hráefni að vinna með svona út frá efnafræðilegri samsetningu og svo framvegis. En grunnurinn er þessi að við viljum gera þetta út frá þessu þema sem er kallað nýnorræna eldhúsið. Fyrir mér er nýnorræna eldhúsið ekkert nýtt undir sólinni. Þetta er konsept sem var farið á stað með af Norrænu ráðherranefndinni og styrkt af henni yfir alla Skandinavíu, þannig að þetta er svona skandinavískt verkefni, ekki bara, heyrðu áðan að vera að tala að Suður-Ameríka fór á stað með verkefni. Þetta er okkar verkefni og þetta er þannig að eftir að þegar maður fór að stúdera þetta, þá hef ég fundið heimildir fyrir því frá 1860 þar sem að bóndi norður í Þingeyjarsýslu í raun og veru skilgreinir þessa hluti miklu betur heldur en þessi menn sem að skrifuðu þetta stipendium sem er á bakvið nýnorræna eldhúsið. Af hverju ég að tala þetta? Því að þetta skiptir máli þegar við förum að koma inn í hönnunina, hvernig við útfærðum okkar hluti. Þannig að hann skilgreindi hlutina þannig að þú mættir ekki fara 500 metra út fyrir bæjarvegginn, að þá verður þú komin út fyrir sónuna að sækja sitt hráefni. Þannig að menn voru greinilega farnir að hugsa þetta löngu áður en við urðum nokkuð tíma til. Þannig að það sem ég reyni kannski að segja, hlutirnir endurtaka sig. En upplifunina sem við unnum með þegar við förum að þróa vöruna, að þá viljum við að neytendurnir upplifi þetta, Björk og Birkir, við byrjum bara með Björk upphaflega, svo var Birkir til í vöruþróunarferlinu.
Björk og Birkir eiga að bragðast eins og íslenska vornóttin, eins og þegar það nýstytt upp eftir rigningaskúr, þess að gefa angana birki í ilminum. Þetta það sem að varan eða fólk á að upplifa þegar það neytir vörunar, sem sé í þessum flöskum hérna. Vöruþróunin sjálf, hún sem sé fór fram að mestu leyti niður á Dill í Norræna húsinu í Reykjavík. Það voru síðan þeir, sem sé, þetta kemur frá, eins og kannski margir vita, það kemur hérna frá þessum félögum hérna, Ólaf Erni Ólafsinni og Gunnari Karli Gíslasinni. Gunnar Karl var búinn að vera út í Danmörku og kynnast þessar nýnorræna eldhúsinu þar og svo framvegis. Og hann svona fer að vinna að og býr til Dill þar sem hann notar þetta þema í grunninn. Og svo spann það bara út frá sér. Óli hérna barþjónn og við viljum segja söguna þannig að hann var að leika, þeir voru að leika sem með birki í mat og Óli gleymdi birkigrein ofan í vodka í flösku. Við viljum bara saga sér svona. Út frá þessu þá hérna var til sem sé uppgötvuðu þeir hérna ákveðið bragð sem að þeir voru mjög uppteknir af og fannst eitthvað svona, fóru að gefa sínum kúnnum þetta og þetta varð svona eitthvað. Svo semst bara þróast svona hlutirnir og það síðan haft samband við mig og ef ég voru reyndar svona kynntir, getum sagt það, ég þekkti þá ekki neitt, ég bara sveitastrákur norðan á Húsavík og við fórum að tala saman og úr því verður að ég og dóttir mín sem heitir Elsa María Jakobsdóttir, við skrifum sem sé hugmyndaáætlun á bak við konseptið og sem sem sé þetta plagg hérna, sem sé við skrifum þetta í raunveru, þetta var ekki bara hugsað, þetta var skrifað, við settum hérna niður mjög detail það hvað við og hvernig við vildum sem sé vinna þetta verkefni, hvað eiga vörurnar að tóna. Og við ákveðum það strax í byrjun að fá hönnun með okkur inn í þetta. Og eftir að við vorum svona búin að fara inn í gegnum þetta verk, þetta konsept í hugmyndahúsi háskólana, sem var algjörlega nýtt fyrir mig. Ég var vanur því að vinna vöruþróun, bara vinna vinnuna. Og svo bara kom varan út, tala ekki hana. Svona í því umhverfi ég alinn upp í. En ég uppgötvaði algjörlega nýjan heim þarna sem var með mikið af fólki, ungu fólki, skapandi fólki sem kom út úr listaháskólanum og víða. Það var bara bladrandi allt það sem ég var að hugsa. Það var algjörlega nýtt fyrir mér. Bara, ekki í lagi með ykkur? Hvað, þau bara að kjafta frá því sem þið ætlaði að fara að gera? Þetta var algjörlega, þetta var það sem ég lærði mest á því að taka þátt í þessu fyrir utan að skrifa þetta hérna. Inn í verkefni þarna voru 76 verkefni sem skráðu sig inn í þetta og það voru einhver annað 100 manns á bakvið þetta og það voru 6 verkefni sem voru valin út á verðlaunuð og við vorum eitt af þeim. Þarna í fyrsta skipti þá svona ákvað ég að ok, þetta eitthvað sem ég þarf að skoða betur. Og við stofnuðum svo Foster Distillery sem hét upphaflega Bjarmaland Spirits og það sem síðan í nóvember 2010 og við erum 3 stofnendur, Ólafur Örn, Gunnar Karl og ég. Í þessari vinnu þá breytum við nafninu á fyrirtækinu. Þegar við förum að virkilega vinna inn í þessu og stúdera hvað ætli að standa fyrir, ok, við þurfum að koma vatninu þarna að og það var, þannig var Foss nafnið til. Við erum 7 sem eigum fyrirtæki í dag, við 3 og svo 4 aðrir sem þetta svona fjölskyldu fyrirtæki. Dóttir mín, tengdasonur, vinur þeirra og vinkona mín eða okkar og svo framvegis. Þetta er fyrirtækjamerkið og við sem stöndum fyrir handkrafted, þetta er mikil handavinna og Foss sem sjá að tóna vatnið og við erum Made in Iceland.
Og það eru eins og kom fram hérna áðan, það eru ótrúlega margir vínframleiðendur sem hafa og að koma og láta framleiða fyrir sig vín á Íslandi. Þetta eru sem sé flöskurnar, svona sem sé niðurstaðan sem sé varð sú að markaðssetja vöruna í þessum flöskum. Það saga á bak við það allt saman. Í fyrsta lagi af hverju er flaskan svona há og tignaleg. Jú, það er vegna þess að birkitréð ef þið hafið komið til dæmis til Finnlands og séð birkitréð þar er birkitréð hátt og tignalegt. Gríðarlega beinvaxin, há og tignaleg, eins og skandinavíska konan. Þetta er sem sé okkar útfærsla á að tóna þegar útlendingar horfa til Skandinavíu og hugsa konur, þá eru það háar, skólherðar, beinvaxnar og flottar konur. Það er þetta hérna. Síðan var líka ákveðið að við ætluðum að vera með grein í flöskunni. Það var svona strax eitt af því sem við vildum gera og í hönnuninni það er birkitappi hérna ofan á, það var hugsað fyrir því. Við vildum stansa miðan út, eða laufið út úr miðanum til þess að greinin sæst hérna í gegn og gaman að segja frá því með miðadæmið hennar Höllu hérna áðan. Halla, við byggum til 3 stansa áður en við lentum þessu hérna. Og þarna hefði ég alveg viljað hafa vöru hönnuð inn í verkefninu sem hefði fattað þetta, skilur við. En fyrirgeðu, helvíts miðavélin, hún réði bara ekki við þetta. Og þannig að það er svona margir hlutir sem þarf að hugsa. Það sem er erfiðast í þessu hérna er að það er að branda svona vöru þar sem við erum í raun og veru bara að branda björk, birkir og svo er þetta þema sem er í kringum þetta. Birkið sjálft, það sækjum við til í Hallormsstaðaskóg og skrifum sögun okkar þaðan og eins birkisafan sem liggur á bakvið sírópi sem við búum til og notum til þess að sæta vöruna. Þetta verkefni sem fekk FIT-verðlaunin 2012 og þetta er vörumerki Baddier, hún er grafískur hönnuður, Baddi Design og þarna voru tilnefnd á þessum tíma við þetta Skýr.is og gullbjórinn hjá Ölgerðinni. Og mér fannst ekki leiðinlegt að við myndum fá þessi verðlaun. Það er sérstaklega að vera mjólkurfræðingur og við skyldum fá þessi verðlaun. Hvernig við höfum svona unnið með umhverfinu og svo framvegis, þá vorum við mjög aktív hjá Hönnunarmars 2012 og 2013. Og það var starfsmaður þar, hvað heitir hún, Sigurjónsdóttir, Edda Kristín. Hún var rosalega dugleg að taka vörurnar og við vorum að kynna þetta út allt og hún var að taka þetta með sér til Finnlands og Noregs og hvert hún var nú að fara. Þannig að svona eiginlega byrjaði þetta. Það var ekki það að það var einhverjir aðrir sem sáu hlutina miklu betur heldur en við. Og þetta hefur þróast svolítið mikið svona, þetta verkefni. Þetta er ekki það að við höfum verið með allt saman úthugsað það hvernig við erum að gera þetta og svo framvegis. En þetta að vera þarna taka þátt í Hönnunarmars og það er mjög mikilvægt að koma sér á framfæri að það leiddi til þess að við fengum mjög góða umfjöllun í amerísku veftímariti sem heitir Ghoul Hunting og þar fann maður að það fór það fór að koma fyrirspurnir og það komu umfjallanir í Bretlandi og það fór ýmislegt í gang. Síðan í reyndar áður en að við fáum þessi verðlaun, þá vorum við að taka þátt í þessu verkefni sem hét Hönnun til útflutnings á vegum Íslandsstofu. Og það var eins með þetta, það hringdi starfsmaður frá Íslandsstofu til mín og spurði mig hvort við vildum taka þátt í þessu verkefni. Og þarna
kláruðum við í raun og veru að svona móta hönnunina á konseptinu. Með öðrum orðum, þetta svona sparkaði mann til þess að taka skrefið, klára þetta. Og út úr því sem komu síðan gjafaöskjurnar og annað sem við erum með í dag. Við erum með þessi stóra gjafaöskja sem Björk og Birkir er í og svo gjafaöskju undir míneratorana líka. Þessi erindi mitt átti nú fyrst og fremst að fjalla um hvernig hönnun kemur inn í svona konsept. En ef þið viljið fá að vita kannski eitthvað fyrirtæki sjálf, þá starfa við erum einhver, ekki svona 3,5 til 4 stöðugildi í fyrirtækinu. Við höfum verið að vaxa 60–70% á ári. Nokkur stöðum svona 100 milljónir í veltu á þessu ári. Við erum að selja einhverjar 20–25.000 svona flöskur á ári. Við erum að selja 150 svona míneratora á ári og þeir spreiðast út allan heim. Það er alveg ótrúlega upplifun að sjá hvernig þetta virkar. Markaðurinn okkar, hann liggur upp í 65–70% af markaðshlutdeildinni liggur upp í Fríhöfn og borð í Icelandair-vélunum, WOW Air og svo er þetta svona 15–20% veitingastæðirnir og ÁTVR. Þetta er svona í grófum dráttum hvernig þetta er. Styrkleika vörumerkisins. Við segjum það hjálpaði okkur að fá sér verðlaun, ekki spurning. Þetta er mikið handgerð vara, eða var upphaflega mikið handgerð vara. Í dag þá erum við komin með eigin verksmiðju. Þar sem við framleiðum vörurnar okkar. Við erum með verksmiðju upp í Mosfellsbæ, Háholti 23. Ég byrjaði þetta ferli upp í Borgarnesi hjá fyrirtæki sem Ölgerðin átti á sínum tíma en á ekki í dag. Þar fór þetta á stað. Ég fór með tankana upp yfir. Ég þróaði vöruna þar á framleiðsluskala og framleiddi vöruna sjálfur. Ég hef alltaf gert það, þangað til á þessu ári. Það sem við erum að reyna að selja þarna, við erum að selja og upplifun hreinleika Íslands og síðan það er þetta að færa rök fyrir því að það eru heilsusamlega áhrif sem að birkið sem slíkt hefur fram að færa og það eru gríðarlega heilsusamlega áhrif í birkisafanum. Ég ætla ekki að fara út í það að útskýra það eitthvað, en bara þetta ég var í Danmörku í síðustu viku og það er gríðarlegur áhugi fyrir birkisafanum. Og það er eiginlega ótrúlega hluti sem mér sýnist vera í uppsiglingu í sambandi við notkunarmöguleika á birkisafa sem hefur ekki verið nýttur á Íslandi í dag. En birkisafi, ég þarf aðeins að fá að fara í svona sögun og leika mér. Þetta er fyrsti orkudrykkur sem var til undir sólinni og voru indjánarnir sem uppgötvuðu hann. Þannig að þarna felast alveg gríðarlega margir möguleikar. Nú síðan höfum við notað þetta er svona Little Taste of Iceland, þetta er á gjafaöskjunni okkar. Og þarna erum við komin kannski svo að það að fara að vera bara með 2 flöskur og auðveldara í hönnun og þessar. En nú erum við komin með vöru línu. Við erum komin með nýja vöru sem heitir Börkur. Og svo erum við komin með vodka sem heitir Eimir. Og ef ég hefði haft á þekkingu á birkinu og því sem ég hef í dag, þá hefði ég byrjað á að þróa Börk. Börkur er elegant varan. Börkur er Rolls Royceinn að mínu viti, svona út frá svona efnafræðilegu nálgun af vökvanum sem er í vörunni. Eimir er vodki sem er með birkibragði í og en þarna svona, ég veit ekki hvað ykkur finnst þetta, en þarna er að verða til vörulína. Ég er ekki ánægður með hana. Mér finnst þetta ekki tóna nógu mikið saman, þannig að við erum byrjuð að láta endur hana konseptið.
Og ég er farin að byrja að hugsa það. Og svo þar fyrir Nei, ekki hráefnið, heldur sem sé að mér finnst þetta ekki tóna nógu mikið saman sem einu vörulína. Þetta á að, sem sé, þetta er brand, þetta er vörulína og ég sé ekki fyrir mér að við höldum þetta áfram þarna, við stoppum með þessar 4 vörur og tökum svo næsta verkefni og búum til aðra vörulínu þá með öðru hráefni og annarri sögu og svo framvegis. Það er það sem ég er að meina. Já, þetta er svona sitt síns hverjum, það eru mjög deildar meiningar þetta. Það eru gríðarlega öflugir einstaklingar sem er á bakvið, sem sé mig eða bakvið fyrirtækið, sem eru eigendurnir og sem hafa mjög mikla skoðanir á þessum hlutum. Og það getur verið svolítið erfitt og tímafrekt stundum að höndla það allt saman. En það er bara gaman, það þroskar mann og það kemur mann áfram. Það leiðir alltaf eitthvað jákvætt og gott af sér. Nú hvernig svona, já, þetta er svona bara klassískt, hvar erum við sýnileg? Nú við erum náttúrulega með okkar heimasíðu, við erum aktív á Facebook og Twitter og Instagram og hvað þetta nú heitir allt saman. Það má náttúrulega ekki auglýsa vín á Íslandi, þannig að maður fer þá svona 1 og 1 blaðaviðtal, það eru blaðaumfjallanir hlutina og svo bara tölum við fólk og fyrirtæki eins og við erum að gera hér. Þetta er svona, jú, við höfum haldið kokteilkeppni og það sem við komum okkur óvart með vörurnar. Í fyrsta lagi þetta eru einu svona vörurnar í heiminum, það eru bara ekki til, sem við vissum ekkert þegar við förum á stað. En Birkir til dæmis og Börkur, Eimir er að stimpla sig mjög sterkt inn í kokteilbransan, í kokteiliðnaðinn. Þannig að það er svona, já, nýtt eða ekkert nýtt, það er svona kom í raun og veru í ljós nokkuð fljótt. En við til dæmis hefðum kannski, ég veit ekki hvort við hefðum nokkuð tíma gert þetta ef við hefðum lagst í mjög djúpa rannsóknarvinnu. Við hefðum ekkert vitað í raun og veru að hverju áttum að spurja. Þannig að okkar útgangspunktur, það var bara Birkið, sagan á bak við það og svo kemur hönnuðurinn, grafíski hönnuðurinn og svona klístrar þessu saman með okkur. Þannig eiginlega gerist þetta. En bara, ef það er spurningar þá skal ég reyna að svara, en þetta svona átti ekki að vera lengra frá minni hendi, enda klukkan 10:32. Takk hérlega fyrir þetta. Við erum að brenna á tíma en við langar að biðja ykkur að dúka örlítið við þegar hún Bryndís ætlar að kynna vinnustofurnar. Og svo ef við höfum einhvern smá tíma eftir það, þá vonandi getur fólk tekið við spurningum og við haft smá umræður. En við myndum aðeins fá að varpa þessu í loftið áður en þið rjúkið á stað. Já, ég ætla bara að renna hratt yfir þetta. Bryndís heiti ég og er verkefnastjóri á sviði matvæla, sjávarútvegs og landbúnaðar hjá Íslandsstofu. Og ég ætla svona að kynna næstu skref, en við ætlum að fara af stað með vinnustofur fyrir matvælafyrirtæki. Guðni var aðeins búinn að koma inn á markmiðin, en það er þetta að auka vitund og þekkingu fyrirtækja í matvælageiranum gildi hönnunar og mörkunar, en ekki síst að skapa vettvang til að miðla reynslu og skapa tengsl á milli fyrirtækja. Ég ætla ekki að fara nánar í þetta núna, en við ætlum að vera með 3 vinnustofur sem verða haldnar í apríl, maí og júní og hver vinnustofa verður 4 klukkustundir og verða haldnar frá klukkan 1 til 5. Og í hverri vinnustofu verður ákveðið viðfangsefni eða þema sem verður fjallað og við erum búin að fá til liðs við okkur sérfræðinga í branding, hönnuði og aðra markasérfræðinga sem ætla að vinna með okkur á vinnustofunum og þá verður hönnur og markasérfræðingur á hverri vinnustofu. Fyrirtæki fá tækifæri til þess að rýna og skoða sína vöru í samstarfi við hönnuði og við hina þáttakendurnar og við leggjum mikla áherslu á umræður og miðlun reynslu og virka þátttöku fyrirtækja.
Þannig að verður svona vinna í hópum, við munum skipta hópnum í minni hópa og verður vinna og svona samtala á milli fyrirtækja. Svo verður unnið með þær hugmyndir og aðferðir sem að kynntar verða á vinnustofunum. Fyrirkomulagið verður þannig að fyrst fáum við kynningu eða fyrirlestur ákveðið viðfangsefni og síðan ætlum við að fá ólík fyrirtæki til að koma inn á vinnustofunar og miðla sinni reynslu. Og síðan svona helmingur tímans mun fara í þessa hópavinnu, umræður, rýna á vörum og hugmyndum og miðlun reynslu. Þannig að allar vinnustofunar verða eins uppsettar. Og dagsetningarnar fyrsta vinnustofan verður haldin 7. apríl frá þá 1 til 5. Vinnustofa 2 verður 12. maí og svo 9. júní. Og viðfangsefnin sem við ætlum að fjalla mörkun vöru eða branding, umbúðahönnun og matar- og upplifunarhönnun. Og þetta náttúrulega efni sem að tengjast og þó við tökum eitthvað eitt fyrir á hverju vinnustofu þá hugsum við vinnustofuna sem svona heildrænt ferli. Og síðan viljum við, þannig að þetta verður 9. júní, síðasta vinnustofan, og síðan kemur þá sumarið og svo viljum við kalla fyrirtækin saman aftur haustið. Ekki á formulega vinnustofu en svona fund, þar sem við getum farið yfir stöðuna og þá eru fyrirtæki búin að melta efnið og kannski hafa spurningar og getum þá unnið frekar saman. Og ef áhugi fyrir fyrirtæki sem eru á landsbyggðinni og hafa kannski ekki tök á því að taka þátt í vinnustofunum í Reykjavík, þá viljum við skoða þann möguleika að halda vinnustofur út á landsbyggðinni líka. Skilyrði fyrir þátttöku, við erum að horfa á svona 12 til 16 fyrirtæki á vinnustofunum. Og fyrirtækin verða að vera í matvælageiranum og með tilbúna vöru. Þannig við erum ekki að fara frá hugmynd að þróa í rauninu nýja vöru, heldur ertu komið með vöru og ert í ykkur framleiðslu, en vilt svo vinna meira með hönnun og uppbyggingu vörumerkisins. Og fyrirtækin verða að leggja áherslu á erlenda markhópa, annaðhvort að vera í útflutningi eða leggja áherslu á sölu til erlendra ferðamanna. Og við erum að horfa endilega að hafa þetta sem blandan hóp, stóra minni fyrirtæki með ólíka framleiðsluvörur. Það voru umræðnar áhugaverðar og ólík reynsla sem fyrirtækin geta miðlað. Og þáttakendur verða að vera tilbúnir að miðla sinni reynslu og taka virkan þátt í umræðum. Okkur finnst það vera mjög mikilvægt. Og fyrir þau fyrirtæki sem hafa áhuga, þá vil ég biðja að senda okkur upplýsingar þar sem að koma fram upplýsingar fyrirtækið, vöruna, en einnig myndum við vilja heyra hvað væntingar fyrirtækin hafa til verkefnisins, koma því á framfæri til okkar. Og við biðjum ykkur þá að senda upplýsingar á tölvupóstföng islandsstofa.is og umsóknir þurfa að berast fyrir 31. mars, þar sem að fyrsta vinnustofa verður haldin 7. apríl. Og bara endilega, ef einhver spurningar vakna, hafa sambandi við okkur. Ég veit að tíminn runnin frá okkur, þannig að bara getið talað við okkur hérna eða bara haft sambandi við okkur eða hafi frekari spurningar. Já, takk fyrir.